Hildur Björnsdóttir, velkomin. Takk fyrir. Gaman að fá þig. Já, gaman að koma. Áður en við byrjum, þá ætlum ég að segja það að ef þú verið borgarstjóri og ég er búin að bara lofa sjálf með því að sá sem verið borgarstjóri, hann fær vegleg verðlaun frá þessum þætti. Já, og hver eru þau? Er það óvænt eða? Þú fær kassa á San Pellegrino, þú fær vöruúttekt í Jysk, þú fær aukakrónur frá TM, miklu meir en í þessum stöðk og þú fær að velja skrifstofuvörur úr A4 og þær eru geggjaðar. Það er ekki dónalegt og bara afhent beint á borgarstjóraskrifstofuna. Akkurat. Geggjað. Þannig að þú dressar allt upp. Nú þarf ég að setja sérstakar krafti í kosningabartuna. Það er mikil hvatning fyrir þig. Já, ekki spurning. Þú ert búin að vera í minnhluti í borginni í 8 ár. Já. Og nú ætlum við bara að gefa okkur það að ef þú væri borgarstjóri og værir með fullan meirihluta og réðir nánast öllu, hvernig myndir þú bregðast í allir þessum málum sem við erum að takast á við, hvort sem er leikskólamál, skipulagsmál, húsnæðismál, borgarlín og annað. Byrjum bara svo leikskólamálum sem er svona viðkvæmast. Hvað myndir þú gera til að bregðast við því sem er að gerast þar? Sko það sem er að gerast núna nákvæmlega þessa dagana eru þetta mikið kurr og óánægja í svona stétt leikskólakennara og leikskólastarfsfólks og þau kalla mjög eftir bættum starfsaðstæðum og það er eitthvað mál sem það er að leysa og er svona í gangi núna og vonandi finnst eitthvað flötur á næstu daga. Ég held að sé alveg þverpólitísk sátt það að vilja gera betur þar og að bæta þetta starfsumhverfi. En þetta er svo flókið, Reykjavík módel og alls konar stéttarfélög sem hafa skoðanir á því, þú veist, segðu mér þetta bara með einhvern einföldum hætti, bara hvernig er þetta greiður? Sko, í grunninn, við stofnum leikskóla til þess að þjónusta fjölskyldur og mörguleiti til að stiga konur út á vinnumarkað, svo þróast leikskólinn í það að við skilgrunum hann sem fyrsta skólastigið og allt þetta. Í grunninn þá finnst mér stundum gleymast í umræðinni, þetta er samt þjónusta sem við erum með til staðar fyrir fjölskyldurnar. Ok, en til þess að við getum eitt þess að þjónustu þurfum við að hafa starfsfólk og veruleikinni sá núna að við erum bara í mikilli samkeppni starfsfólk við bara nágrannasveitarfélögin. Núna eiga bara góðir starfsmenn kost á að vinna hvar sem er á höfuðborgarsvæðinu. Það skiptir engu máli og byrði í Kópavogi hvort þú vinnir á leikskóla í Hafnarfirði eða Kópavogi eða hvernig það er. Þannig að við þurfum auðvitað að gera betur þarna. Það sem að kallað er eftir og við höfum séð kannski nágrannasveitarfélögin gera betur en Reykjavík og ég vona að verði núna hluti af þessum tillögum sem að verða kynntar einhvern tímann á næstu dögum og vikum er að við förum svona aðeins að endurskipuleggja þetta leikskólastarf og það sem leikskólakennarar kalla eftir og nú er það þannig að ef þú ert leikskólakennara menntaður þá máttu samt vinna í grunnskóla. Þetta er þetta eitt leyfisbréf sem að kallast. Þannig að það leiti til þess að mikið af leikskólakennurum fóru yfir í grunnskólan. Þar eru lengri frí, þeir fá þetta góða sumafrí og annað. Þannig að leikskólakennarar eru að kalla eftir og þetta hafa mörg nágrannasveitarfélög gert að vinnudagurinn þeirra og vinnufyrirkomulag sé eins og í grunnskólanum og þannig getum við keppt við grunnskólan þetta fólk. Ég myndi vilja gera það. En þá þarftu fleira fólk? Já, þá skipulegum maður í rauninni hinn tíman með öðrum hætti, þá er kannski sumartíminn meira í líkingu við frístund eða það breytist aðeins faglega nálgunin. Ég myndi vilja vinna þetta með leikskólakennurum en ég vil samt líka taka fram og það er nefnilega gleymist svo oft og ég man nefnilega þegar ég var búin að vera kannski 1 ár í borgarstjórn og ég hef alltaf talað mikið um leikskólamálin að þá lét Sólveig Anna mig alveg heyra það og skrifaði langan status á Facebook og ég er nú þannig gerð og það er mikilvægt þegar maður er í mínu starfi, ég tek mjög vel á móti gagnrýni og hún var að tala um þarna, henni fannst ég ekki tala að gera mig grein fyrir mikilvægi eflingastarfsmanna á leikskólum þeirra sem er ekki, og ég tók það mjög til mín að því ég er mjög sammálinni og ég áttaði mig á þarna átti ég 2 dætur á leikskóla sem eru núna orðnar mikið eldri og ég fór bara yfir, ég fór á heimasíðu leikskólans og ég skoðaði bara starfsmannalistan og þá sá ég að það var bara 1 kennari í öllum leikskólum með 1 starfsmaður sem var leikskólakennari menntaður og ég fann ekkert fyrir því. Þetta var frábæra leikskóli, þarna voru starfsmenn sem náðu mjög vel til minna barna og það var mér þess að ég var nú eina sem er svona svolítið hörð í horn að taka ein dóttir mín og eini svona starfsmaður sem náði virkilega til hennar var eflingastarfsmaður og var í samningarnefnd eflingar og bara, ef þú ert að hlusta Hlíf, ég er að tala um þig hún var alveg frábær, þannig að ég hef alveg fengið að reyna það, ég er með 4. barnið mitt núna að fara í gegnum leikskólakerfi í Reykjavík þetta eru mikilvægi starfsmenn og það eru líka margir sem kom inn með bara aðra hæfileika við sjáum til að mynda
skákmanninn sem kemur inn í Laufásborg og byggir þar upp allt þetta glæsilega skákstarf. Það geta komið inn fólk með íþróttabakgrunn eða tónlistabakgrunn og geta komið inn með rosalega mikilvæg element. Þannig við þurfum líka að hugsa vel þessa starfsmenn. Við meðum ekki hugsa bara, við verum að gera hérna vel fyrir leikskólakennarana og svo bara ruslum við allri ábyrgðinni á hina. En hvernig náum við því, því að vera leikskólakennari langt nám. Já. Og okkur finnst eins og við séum að sýna þeim líka óvirðingu eftir þetta langa náma hver sem getur farið inn í þetta. Síðan tölum við af óvirðingu þennan hóp sem við þó að leggja sér fram og síðan erum við með fólk sem bara getur ekki hugsað sér að starfa í svona neikvæðu umhverfi. Þannig að þetta er laun, þetta er einhver virðing, þetta er og þess vegna segir maður af hverju verið að búa til allir þessi módel þegar við erum kannski bara að tala gott fólk sem að fær laun í samræmi við framlagsitt. Það merkilega núna í þessari baráttu og umræðu, það ekki lengur verið að tala að launin séu fyrirstaða að fólk vilji. Þetta er þetta starfsumhverfi. Fólki upplifar þessu undir ómiklu álægi, uppfá kannski ekki næga virðingu heldur fyrir sitt starf og við þurfum bara að bregðast við því að því að eins og ég segi, þetta leikskólarnir þetta er fyrsta menntastigi og þetta er ákveðin þjónusta við fjölskyldur líka en til þess að við getum veitt hana, þá verðum að hafa gott fólk. Og en þá erum við að tala meiri kostnað. Er það ekki bara staðreind? Ég meina með styttingu vinnutímans að þá komum við ekki til móts við hann þannig að þú ert að horfa á einhverja milljarða inn í kerfi. Það mun kosta eitthvað að leysa þennan leikskólavanda og málið þetta að við erum með fjöldan allan af börnum alltaf á biðlistum og það er náttúrulega ákveðin og nú er ekki að gæsalappir sparnaður í kerfinu fyrir borginu þetta að vera bara ekki að þjónusta allar þessar fjölskyldur. Það kostar að taka á móti 12 mánaða barni í leikskóla. Ég reyndar held að hlutið lausninni og er alveg sannfærð það. Ég meina auðvitað þurfum við að efla og standa vel að leikskólum Reykjavíkurborgar en ég vil styðja miklu betur við einkaframtakið. Ég vil að bara hver sá sem vil stofna einkarekin leikskóla og uppfylla þá þetta ákveðin skilyrði og standa undir gæðakröfum geti gert það. Ég styð hugmyndir og hef barist fyrir reyndar mjög lengi í vinnustæðaleikskóla og daggæslur á vinnustöðum. Ég held að við að skoða, ef maður lítur til Norðurlandana, að þá erum við að reka langdýrasta leikskólakerfið. Hvað er svona dýrt? Við erum, ef við lítum til dæmis til nágranna þjóða, þá eru eins og bara í Danmörku, þá eru kallast vöggustofur, það er svolítið svona kannski triggerandi orð í dag að því við erum að fjalla allar þessar vöggustofur í gamla daga, en þetta er kannski eitthvað svona dagheimili og það mætti alveg skoða eitthvað svoleiðslausnir, það er kannski líkingu við það sem Arion banki gerir, eru núna með pláss fyrir 10 börn á svona eins konar dagheimili á vinnustæðanum og það er þá hugsað, það er enginn að hugsa sér að barn sé þar til 5 ára að 6 ára aldurs. Þetta er bara rétt til að brúa bilið, þetta er eitthvað svona leikskólabrú. Brú þar til að barnið kemst inn í leikskóla. En skilur þessi sjónamið, það eru margir sem hafa ágjör að því að við séum einhvern veginn að færa þetta uppeldishlutverk til fyrirtækina og við erum farin að tengja þetta fólki sem að þarf daggæslu ef það vil hætta í vinnunni, þarf barnið að fara þá líka. Við erum komin aðeins inn á svona engalíf fólks líka, er það ekki? Mörg varnaðarorðin sem ég heyri í umræðu þessa vinnustæðaleikskóla eða leikskóla á vinnustöðum foreldra og daggæslu minnir alveg á umræðuna þegar bara átt að fara að stofna fyrstu sjálfstæðu skólana. Þú veist bara Ísaksskóla, Hjallastefnuna, Landakotsskóla, Regnboginn í Árbænum, hvað allir þessir frábæru skólar heita. Það var þessi ótti og einhverja misskiptingu og þetta eru skólar fyrir sum en ekki aðra. Ég hef nú verið mikil baráttukona fyrir því vegna þess að baráttukona fyrir konseptinu fé fylgi barni. Og hvað þýðir það? Það þýðir að sama menntunarframlag fylgi hverju barni inn í skólakerfið. Þannig að foreldrar velja svo bara skólan. Í dag er það þannig að barn sem fer í sjálfstætt starfandi skóla eða einkarekin skóla, það fær skert framlag með sér inn í skólan. Þannig að skólarnir eru skólagjöld. Þetta eru náttúrulega ekki hágjöld og það eru svona ákveðin þök sett á þetta en það munar það fyrir mjög marga. Þannig að þú vilt í raun að borgin greiði háa upphæð með hverju barni í leikskóla og grunnskóla sama hvar það sækir þjónustunni. Og þá þurfa skólarnir ekki að innheimta skólagjöld. Þannig tökum við þessa efnahagslegu hindrun út úr myndinni og allir foreldrar geta þá óháð sínum efnahag sóst eftir því að þeirra börn fari í skólan sem hendar hverju sinni. Ég var með son minn í Ísaksskóla á sínum tíma og nú er alveg 10 ár síðan að tefla og ég man að þá var skólagjöldin 25.000, þau hafa eitthvað hækkað núna og svo var frístundaheimili 25.000, þetta var 50 krónur reikningu sem ég fekk á mánuði fyrir hann og
og mann hugsa bara fyrir fólk sem er með 2-3 börn í grunnskóla, það bara rosa mikið fyrir mjög marga og bara þægilega að fara í hverfiskólan en oft eru þessir einkareknu skólar eða sjálfstætt starfandi skólar, þeir eru með kannski aðra skólastefnur eins og hjallastefnan til dæmis og oft með eitthvað framsækna hugmyndafræði og hafa oft verið leiðandi í ákveðnum málum og skila mjög góðum árangur í námslega hjá sínum nemendum. Þannig að ég vil ekkert að það sé einhver efnahagsleg hindrun fyrir foreldra að geta skráð börnin sín þangað. Ég vil að við styðjum við þetta einkaframtak í skólamálum og þetta eru nú ekki einhverjir, sko það er oft talað eins og þetta séu vondu grimmu aðilarnir sem vilja stofna einhverja einkarekna skóla. Þetta eru nú bara yfirleitt eitthvað ótrúlega metnaðarfullt skólafólk sem hefur haft einhverjar hugmyndir og keyrt þær áfram og það hefur engin orðið ríkur af einhverjum grunnskóla eða leikskólarekstri í Reykjavík. Varðandi umræðinu fyrirtækja leikskólana sem hefur komið upp vegna þess Alvotech vildu opna 100 barna leikskóla og meiri hlutin núverandi hefur hafnað því. Þetta er allt saman eitthvað sem við leysum með samningum. Borgin er með samninga við sjálfstætt skóla og það er alveg hægt að semja það. Ég meina eins og í tilfelli Alvotech þá átti helmingur af plássunum ekki að vera fyrir börn starfsmanna, heldur bara börn átti bara að vera fyrir börn í hverfinu sem er bara svona ákveðin samfélagsþjónustu á fyrirtækinu að vera reiðbúin í það. Hinn plássin átti að vera frátekinn fyrir börn starfsmanna en það má auðvitað semjum það að jafnvel þó starfsmaður hætti þá haldi barnið plássinu. Þetta er allt hægt að leysa með samningum. Auðvitað er það þannig að það eru alls konar atvik sem geta komið upp í lífi barns sem það ræður ekki sem verður til þess að það missi leikskólapláss, bara foreldri flytur úr Reykjavík yfir í Kópavog eða alls konar aðstæður. En auðvitað myndum alltaf vilja passa að þetta væri ekki foreldrar væri ekki einhvern veginn læstir í vinnu út af leikskólaplássi. Þetta er bara eitthvað sem leysum við samningum. Ég hef ekki ágjörð þessu. Og kröfur varðandi menntun starfsfólks og eitthvað slíkt og jafnvel laun að það séu að minnsta kosti lágmarkslaun og yfir það. Já, borgin er bara með mjög skýra samninga við þessa skóla og þeir þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði og ég hef ekki upplifað að fólk vil ekki vanda sig sem er að fara út í þessa vegferð. Verðum svo fulla efasemdur þegar kemur hvert atvikið að fætur. Við sjáum það að börn gleymast á skólum, kynferðisofbeldi á leikskólum. Þetta gerir það verkum að við förum að vantreysta þessu kerfi og þá veit maður í raun ekki hverjum ára að vantreysta. Væri þetta hættulegra í einhverjum skóla eða fyrirtækjaskóla? Erum við betur sett að borgin halda utan og svona? Eða skiptir það ekki máli? Rekstrarformið, við erum alltaf útsett fyrir þessari hættu, hvar sem er. Sko, nú er ég ekki mikill eftirlitspési og mjög svona frelsisþengjandi og vil oft létta á slíku. Hins vegar gerir ég mjög ríkar kröfur þegar börnin okkar er að ræða og sérstaklega málleysingjana. Litlu börnin sem að geta ekki farið heim og sagt mamma og pappa hverju þau kannski lentu í leikskólanum. Já. Og nú er það svo að á þessu kjörtímabili kom upp mál á ótilgreindum sjálfstætt starfandi leikskóla í Reykjavík að þar sem að spratt upp umræða á einhverju síðu á Facebook svona illan aðbúnað ungra barna og það veri hugsaði illa þau og þau lókuðu kannski grátandinn í herbergi og eitthvað svona og það lítil börn að þau gátu ekki farið heim og tilkynnt foreldrum sínum og þetta var nokkur umræða og það var farið í úttektar heimsóknir og þegar ég kæri mig svolítið inn í þetta mál ég átti barn á sama aldri og reyndar bara börn og málefni þeirra hreyfa alltaf mjög við mér svo tengi mér oft sérstaklega þegar maður á barn á sama aldri en ég kærði mig svolítið inn í þetta mál og þá kemst ég að því að þessar sögur spretta upp og þá hefur skóla og frístundasvið sambandi við leikskólan og segir, við munum koma í eftirlitsheimsókn á mánudaginn klukkan 11 og þá þetta passa menn bara allt sé tipp-topp. Svona eins og pakka gott. Já, og ég fyrir þá og skiknist aðeins inn í hvernig eftirliti með sjálfstætt starfandi leikskólum hefur verið hátt á. Það hefur verið svona frekar stópult og líka í rauninni með dagforeldrum. Og mér finnst bara alveg eðlilegt þegar okkar verðmætustu eignir er að ræða börnin okkar allra bara eignir, verðmætustu element samfélagsins að þá eigum við bara að gera mikla kröfur og vera með eftirlit. Þannig að ég lagði fram að það svona eftirlit yrði auki og það væri bara með sama hætti í borgarreknum leikskólum og sjálfstætt starfandi leikskólum. Ef þú ætlar að sinna þessari þjónustu við börn í Reykjavík að fara að gæta barnanna okkar á meðan við foreldrarnir erum í vinnunni eða annars staðar, þá þarftu bara að sæta þessu eftirliti og það verður farið í óundibúnar heimsóknir og annað. Þannig að það var samþykkt og það er þá búið að bæta úr því núna. En þú finnur það líka að við erum að kvarta undan eftirliti hjá borginni. Já, ég veit það. Og miðstýring og afskiptasemi og við sjáum það bara með mikið gagnrýni og heilbrigðiseftirlit og annað. Þetta borgarfargan. Þannig að þú að tala aukið eftirlit en í einhverjum ákveðnum hluta. En hvar ertu til í að
skera það niður, að minnka það, einfalda það. Þess vegna byrjaði ég og ég ekki eftirlitspési, sagði ég í byrjun, að því að þetta mér finnst ég vera smá skjön við sjálfa mig, en stundum þegar börn að ræða, þá eiga önnur lögmál við og áður en ég svara spurningunni, þá geti ég nefnt sem dæmi til dæmis símabann í grunnskólum. Að mörgum svona sjálfstæðismönnum eða frjálshyggju fólki eða frelsistengandi einstaklingum finnst bara stuðandi að tala orðið bann og vilja frekar segja síma frí eða eitthvað þó að tákni sama hlutin en ég segi sko við bönnum líka að vera með tyggjó og nammi og drekka áfengi og sigarettur og vera í tölvuleikjum í skólanum og af hverju ekki síma líka, það hlutverk okkar fullorðna fólksins að vernda börnin okkar og hafa svona smá vitt fyrir þeim og leiðbeina þeim. Þannig að það gildaði þetta önnur lögmál þegar börn að ræða, heldur svo aftur fullorðið fólk. Þar gildir meira frelsi og þannig að þegar við förum að tala hvar má skera niður þetta eftirlit bara allstaðar, þar sem borgin með eitthvað eftirlit nánast mætti segja sko. Og maður hefur upplifað þetta og heyrt svo bara fengið holskefluna af erindum til mín frá til dæmis veitingamönnum sem eru að glíma við kerfið og hvort það heiti eftirlit eða bara kröfur. Þú veist að það þurfa að vera með 7 vaska og sápan verður að vera lyktarlaus og eitthvað svona della sko að menn fá ekki og það ekki leiðbeiningar, menn þurfa bara að róta sig í gegnum eitthvað völundarhús og rekast á veggi og lítið leiðbeiningar þannig að það þarf auðvitað að létta alveg verulega á þessu borgarkerfi. En horfstu þá bara í augu það tæplega 9.000 mann sem starfa hjá borginni og 16-17 stöðugildi og 17 með bírhlutanum sem sagt fyrirtækjum. Þannig að þetta gríðarleg fjöldi fólks en ef við fókus bara á A-hlutan sko þegar við erum að tala um að einfalda og lækka kostnaðarna þá erum við að tala að mögulega þitt að segja bara 500-1000 manns. Myndirðu þora að segja það bara við erum að fara að reka fólk hjá borginni. Ég hef oft sagt það. Ég þóra að segja það. Það rosalega sárt og þá fara mótherjar mínir í pólitíkinni og reyna að blása þetta upp eins og ég ætla að fara að segja upp leikskólastarfsmönnum og fólki í velferðarþjónustu og auðvitað það ekki þannig. Það okkar mikilvægasta fólk. Við verðum að standa vörðum grunnþjónustun okkar og það okkar fókus. En hvar ertu að fara að reka fólk? Í yfirbyggingunni. Ok, hvar? Að því að nú yfirbygging svo mikið að við skiljum ekki endilega hvar hún, við erum í snertingu við framlínuna, en við erum ekki í snertingu við hvort það séu 5 eða 7 yfirmenn einhver staðar sem að eru jafnvel óþarfir. Hvað getur þú svona farið þess með mér í gegnum? Já, ég nefni stundum 2 dæmi svona ára lengra haldið til þess að gefa fólki aðeins einsýn í eða svona tilfinningu fyrir bákninu. Að á síðasta kjörtímabili þá var ég einmitt að spyrja með þessara spurningar sem þú ert að spyrja bara hvað nákvæmlega þetta, hvað nákvæmlega stöðugildi þetta, hvaða svið þetta sem við getum farið að skera niður. Þannig ég kom fyrir spurn í borgarráði og spurði get ég fengið starfslýsingar hjá öllum í miðlægri stjórnsýslu eins og það heitir. Það tók marga mánuði að fá þetta og þegar svari kom þá var það 600 blaðsíður. Þannig að mér fannst það svona, segja svolítið alla söguna bara þetta ansi mikill fjöldi af fólki og starfslýsingar oft ekkert eitthvað mjög langar. Nei. Þannig að þetta var rosalegur pakki. Á ári hverju þá haldinn stjórnendadagur hjá Reykjavíkurborg í Hörpu og þangaði boðið 700 manns. Okay. Og það auðvitað leikskólastjórar og skólastjórar og mjög mikilvægir stjórnendur en það líka verkefnastjórar framtíðarinnar og skrifstofustjórar og skrifstofustjóra og eitthvað svo leiðis. Þetta 10% af hópnum. Já, þannig að það þetta lag sem við þurfum að skera niður og draga úr og svo það auðvitað bara verkefni og við höfum lengi talað og margir farnir að taka upp eftir okkur en það til dæmis mannréttindaskrifstofur Reykjavíkurborgar. Auðvitað eru mannréttindi okkur öllum hugleikin og þau eru auðvitað bara bundin í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands en ég get ekki séð að það ekkert annað sveitafélag sem rekur mannréttindaskrifstofu á Íslandi, ekkert. En ég meina að þetta öðruvísi sveitafélag, þetta höfuðborgin og kannski að glíma við fleiri félagsleg vandamál. Já, þau eru öll inn á velferðarsviði. Við erum bara með risastórt velferðarsvið, risastórt velferðaráð og við höfum ítrekað lagt til að við leggjum þetta svið niður og færum þessi mikilvæga verkefni sem eru undir bara inn í velferðaráð. Þau bara sjáum þetta. Þannig að það svona eitt dæmi svið sem mætti leggja niður. Þú sást örugglega fréttirnar af því þegar borgin var með tilmæli til foreldra barnaafmæli og það er svona dæmi afurð frá þessu sviði. Það sem að einhver bara örugglega frábær starfsmaður, þú veist. Með óskýra starfslýsingu. Já, með óskýra starfslýsingu, einhvers staðar inn í 600 blaðsíðunum var að reyna að finna eitthvað verkefni í vinnunni.
og svo erum við þetta líka með ákveðna hluti sem við viljum bjóða út. Við erum til dæmis með hátt í 100 starfsmenn í sorphirðunni og við erum eina sveitarfélagið sem býður ekki sorphirðuna út og ef við myndum bjóða hana út þá myndum við fækka verulega starfsmönnum borgarinnar þar. Við erum líka með Brán og heldur betur í Brún vegna þess að það hefur lengi verið umræða það sem heitir þjónustu- og nýsköpunarsvið og þessi stafræna umbreyting borgarinnar og hún er mjög mikilvæg og við styðjum hana. En það var ákveðið ekki að gera hana in-house eða sem sagt innan borgarinn í staðan fyrir að útvista kannski einstaklega hlutum. Já. Það var ákveðið fyrir svona 4-5 árum síðan að verja 10 milljörðum á 3 árum í að fjárfesta í stafrænu umbreyting og ég man þeirra þess ákvörðum að tekin og spurði, ok, af hverju 10? Þú veist hvað útreikningar liggja að baki? Og þá var þetta bara að tala út í bláin. Það var bara, já, leifum þeim að henda 10 í þetta. Og svo hefur maður svolítið fylgst með hvernig, og það hefur verið útfært og nú er búið það þessi ár liðin og 10 milljarðarnir farnir og ég get ekki séð að við séum með afurðir sem samsvara því þó eitthvað hafi gerst. Ok, í hvað fór þessi peningur? Er hann í laun? Er hann í einhvers konar kostnað? Er hann í kaup og leifum? Veistu? Já, bæði. Auðvitað búið að þróa eitthvað en ég held að borgarbúar þarna úti finna ekki bara, vá, hér hefur orðið gjörbreyting og þjónustu Reykjavíkurborgar. Þú veist, nú get ég bara gert allt á netinu. Það er alveg eitthvað sem hefur komið og lagast og ég er ekki að gera lítið úr því. En það sem við höfum séð þarna og samtök iðnaðarins og bara hugbúnaðarfyrirtæki hafa gagnrýnt að borgin er orðin rekur núna, stærsta hugbúnaðar hús landsins, er í samkeppni mjög fágæta starfsmenn, tölvunafræðinga og forritara, hugbúnaðarverkfræðinga og ég geti talað fram, hönnuði og annað. Samkeppni með þessar starfsmenn býður jafnvel betur en einkageirinn, betri laun, betri vinnuskilyrði, stytta vinnuviku og svona sem að einkamarkaðurinn getur ekki keppt við og það á þetta ekki verið þannig. Borgin og að mínum mati og hið opinbera á aldrei að vera leiðandi í launaþróun. Við höfum aldrei yfirbjóða einkamarkaðin. Núna, þegar við vorum að gagnrýna þetta, þá vorum við með tölur að þarna störfuðum 80-90 manns og mér brá heldur betur í Brún fyrir ári síðan þegar ég áttaði mig á að það vorum 180 manns. Að þá var búið að fela helmingina þeim inn undir liðnum fjárfesting, þar sem að þau voru í rauninu þá vinna í að þróa okkur kerfi sem eru bókvarðandi fjárfestingu. Þannig að þetta voru heilmikill fjöldi af fólki. En er eitthvað verið að spila með bókhaldið vegna þess að nú erum við með einhverja svona innri endurskoðun og svo er þetta að vísa þessu í allar áttir. Finnst þér eins og það sé verið að hreinlega fikta í reikningum borgarana bara til að láta það líta betur út? Svona almennt? Já. Ég ætla nú ekki að ásaka fólk það, en auðvitað eru alls konar kúnstir notaðar ekkert endilega hjá þeim sem er að bókfæra heldur þeim sem er að túlka reikningin. Og við höfum til dæmis séð hvernig lífeyris skuldbindingar hafa verið tekjuferðar og gjaldferðar í reikningunum og þetta er í rauninni eitthvað sem hefur engin áhrif á sjóðstreymið, þetta eru bara þetta hefur engin áhrif á það sem kemur inn í kassan eða fer út úr honum. Félagsbústaður og virði þeirra er alltaf að færast upp. Já, það er annað svona dæmi og svo eins og fyrir 2 árum eða svo þá voru lífeyrisskuldbindingar óvænt tekjuferðar svo mörgum milljörðum nam og það hafði mjög jákvæð áhrif á reikningin en hafði engin áhrif á sjóðstreymi eða getu okkar til að standa undir einhverjum skuldbindingum eða verkefnum og þá stígum meirihlutin fram og segja bara ótrúlegur viðsnúningur og við höfum ótrúlegum viðsnúningi í rekstri og þetta var þetta bara della og svo snýst þetta við árið eftir og þá kemur þessi mikla gjaldfærsla óvænt og þá má tala um það já þetta eru þetta bara óvæntur skellir út af þessum skiluru. Þannig að það er svona kannski meira hvernig talað er reikningin sem að er svona kúnstir finnst mér. En þú ert í raun að lýsa ákveðnum lenguleik og líka það að það verið að selja ykkur að reksturinn sé betri en raunverulega við erum líka að sjá bara að reksturinn lítur betur út vegna þess að arðgreiðslur eru orðnar kannski óeðlilega háar eins og frá veitum og orkuveitunni og öðru slíku. Og væri þú til dæmis að skrúfa svoleiðis arðgreiðslu niður þá ertu raunin að lækka tekið borgarinnar en myndur beita þig fyrir því? Já, ég myndi beita mig fyrir því og þá þarf að vinna að því. Það er rétt sem hún segir og ég hef margítrekka bent á að rekstur borgarinnar er ósjálfbær og það sem ég ávið með því er að bara skatttekjurnar sem renna inn í borgarsjóð, bara útsvari frá okkur og fasteignaskattarnir og annað, þeir duga ekki fyrir útgjöldunum og svona svolítið skilgreiningin á sjálfbærum rekstri er bara tekjurnar sem kom í kassan, það er að standa undir útgjöldum. Þannig að það sem borgin hefur gert er að kreista út mjög mikinn arð út úr orkuveitusamstæðunni og auðvitað líka selja lóðir og þegar við seljum lóðir og fáum inn einhverja milljarða í kassan fyrir það þá eigum að verja þeim fjármunum í að byggja upp innviði á svæðinu
en borgin hefur ekki heldur gert það. Þannig að þau hafa svolítið tekið þessa fjármuni til þess að svona stoppa í gatið í rekstrinum. Sko ég hef talað að arðgreiðslur Orkuveitunar, þær byggja þetta mörguleiti á gjaldskrám sem er of háar að mínum mati og við erum að leggja hærri gjöld á heimilin og fyrirtækin en við þyrftum að gera og ég kalla þetta dulbúna skattheimtu af því að það sem borgin gerir svo að hrista þessa peninga út inn í borgarsjóð til þess að greiða fyrir verkefnin sem á bara að greiða fyrir með skattfé í stað þess að skera niður og hagræða í rekstrinum. Þannig að ég held að það sé bara verulega vafasamt hvernig hefur verið staðið að þessu. Við höfum séð til dæmis á þessu kjörtímabili þá var eitt árið afkoma Orkuveitunar mun verri heldur en áætlun gerði ráð fyrir og þá var ekkert brugðist við með því að lækka arðgreiðslukröfuna. Það var samt kreist út upprunalega áætlun og þrengt mjög að fyrirtækinu og nú sjáum við til dæmis hvernig gjaldskrár Veitna hafa hækkað og það hefur verið töluvert til umfjöllunar. Og ekki peningu til að fara í uppbyggingu eða viðhalda Það innviðum. gríðarleg fjárfestingaþörf á næstu árum í veitukerfum, bæði fjárfesting og viðhald og það er nú bara einhverjir okkar mikilvægustu innviðir. En það þarf að hækka, eina af ástæðum fyrir að gjaldskránum hækka og þetta er bara skýringar frá Veitum til þess hægt sé að standa undir þessu og þá er maður auðvitað svo argur að sjá hvernig arðurinn hefur verið greiddur út. Já, en þú setið í stjórn Orkuveitunar og maður velti fyrir sig sjálfstæði svona fyrirtækis. Er það þannig að borgin getur kallað eftir hvaða upphæð sem til að laga sinn eigin rekstur og Orkuveitan þarf þá að bregðast við þessum greiðslundi borgarinnar með því bara að hækka gjöld á heimili og fyrirtæki? Sko stjórnin... Er þetta ekki snúnara en það? Stjórnin Orkuveitan með arðgreiðslustefnu og hún svona kannski svolítið snúnari en að fara að útskýra hana hér en það þarf að uppfylla ákveðin skilyrði í rekstrinum til þess að hægt sé að greiða út arð og svo eru sett ákveðin svona markmið og þetta hafa verið 6 miljardar núna undanfarið á ári. Auðvitað sko meiri hlutin í borgarstjórn á meiri hluta sætana í stjórn Orkuveitunar. Þannig að það og við finnum alltaf alveg pólitíkina, ég meina Skúli Helgason í Samfylkingunni sat í stjórn Orkuveitunar þegar að þetta ástand kom upp sem ég lýsti áðan þar sem afkoman var verri en áætlanir gerðu ráð fyrir og stjórnarmenn voru að segja við þurfum að það þarf auðvitað að lækka arðgreiðsluna og þá steig hann alveg fast niður fæti því hann vissi, hann væntanlega bara með dagskipan frá degi, þú verður að koma inn með þennan pening. Þannig að það auðvitað veruleikin og ég get að því þú nefndir að ég hafi verið í stjórn Orkuveitunar og ég bókaði hvert einasta skipti gegn þessum arðgreiðslum og það hefur alltaf verið mín sýn að við eigum, hver upprunalega, við þurfum stundum að rifja upp af hverju erum að þessu, af hverju stofnuðum við af hverju erum við með hitaveitu og vatnsveitu og rafmagnsveitu og upprunalega hugmyndin var að tryggja almenningi aðgang að heitu vatni og rafmagni og hreinu vatni og orku á sanngjörnu verði. En þá spyrir maður líka hvað viltu ganga langt í sölu fyrirtæki borgarinnar? Þú talaði Malbyggastöðuna og förum bara í stærsta bitan, Orkuveituna. Væru til í að selja hann? Ekki Orkuveituna í heild. Grunnprinsipið hjá okkur sjálfstæðismönnum að þau opinbera á ekki að vera í samkeppnisrekstri. Malbyggunastöðin Höfði í samkeppnisrekstri. Það engin ástæða fyrir Reykjavíkurborg að eiga Malbyggunastöð og ég held að það svona fleiri og fleiri í borgarstjórn að verða sammála þetta. Þannig að við viljum selja hana og höfum gert lengi. Við höfum líka, við teljum, ef við tökum Orkuveitu samstæðuna núna, að þá erum við með móðurfélagið Orkuveituna og svo erum við með dótturfélögin. Og það mjög sérkennilegt hvernig þessi tengsl á milli. Það eiga þetta að vera eins og Orkunáttúrunnar á að vera algjörlega aðskilin frá Veitum en það eitthvað svona, þú veist, Veitur greiða tölverðan arð upp í móðurfélagið og svo verða að dæla peningum í móðurfélaginu inn í ljósleiðaran og Carbfix og þetta bara eitthvað supp. Og við sjálfstæðismenn höfum lagt til áður og þurfum að bara ítreka þá tillögu okkar að móðurfélagið verður bara hreinlega lagt niður. Og þetta verði bara sjálfstæð fyrirtæki. Þannig að þú brjótið öll niður, ljósleiðaran, Carbfix, Orkunáttúrunnar og Veitur og þau verði bara sjálfstæð. Og allir þessi reikningar bara upp á borðum og þá arðgreiðslu krafa frá þeim, gagnvart þeim öllum sem sérstök en ekki út frá móðurfélaginu. Og ef við förum svo onni í þau sem við viljum selja, við höfum talað lengi vel fyrir að selja ljósleiðaran, við erum auðvitað súri við því að það hef ekki gerst fyrir nokkrum árum síðan þegar hann var metin mun verðmætari, hann í dag margfalt verðmætari og svo þetta Carbfix og Carbfix þetta þetta bara flott tækni og frábært fólk sem stendur þar að baki og ekkert upp á þau að klaga en þetta bara ekki verkefni sem höfuðborg á að vera að standa í og við erum búin að dæla inn í þetta fjármunum, ég hef ekki bara orðið tölu á því hvað það er búið að dæla mörgum milljörðum inn í þetta og bæði þessi félög eru rekin með tapi, ljósleiðaran og Carbfix
og við höfum til dæmis séð hvernig ljósleiðaran hefur haft áætlanir að fjárfesta í ljósleiðaratengjum út land allt og það bara ekki hlutverk Reykjavíkurborgar að vera að dæla peningum í ljósleiðaratengingar land allt. Nei, og það mjög skipta skoðanum við það, en sko, myndi einhver kaupa ljósleiðaran í dag? Er hann einhvers virði í dag með að við bara hvernig heimurinn að þróast? Já, það náttúrulega hlutaði sem ég nefni þegar ég segi svolítið súr yfir að ég menna, sko, þegar ég sitt í stjórn Orkuveitunar þá fann stjórnin gamla heimild eða nokkur ára gamla heimild frá borgarstjóra að stjórnin hefði sérst heimild til að leitast eftir að selja 49% hlut í ljósleiðaranum og við leitum eftir samþykki borgarstjóra til að bara vinna áfram með þessa gamla heimild og fáum synjun. Á þessum tíma, þetta svona í kringum þann tíma sem að Míla selt og ef maður skoða svona þann díl og svona margfaldara sem að þá verða að vinna með í svona sölu og innviðafyrirtækjum að þá reiknaðist okkur til á þeim tíma að ljósleiðaran ætti að vera 60 milljarða virði. Ég hugsa að við verum að horfa á svona slægi núna óabyrt á svona 20 milljarða. Okay. Þannig að það alveg svona og þetta er bara 3-4 árum. Og fallandi getur maður sagt. Já. En með því að taka þetta semst undan Orkuveitu og brjóta þetta niður í stökfyrirtæki, þá kemur vantrausti strax. Já, og þau ætlaði að fara þá leið að selja. Og við erum oft viðkvæm fyrir þessum grunninnviðum að viljum virðist ekki vilja selja Landsvirkjun eða Orkuveituna. Við erum búin svona það virðist einhver samfélagslegu sáttmáli hvar við ætlum ekki að selja. Er það að breytast, viltu breyta því eða samþykjur það bara að það sé eitthvað sem við seljum ekki? Já, auðvitað eitthvað sem við seljum ekki, við seljum ekki skólan okkar og þú veist að auðvitað eru þessir grunninnviðir sem við erum sammála að eiga. Ég samt alveg til í að skoða eitthvað önnur módel í þeim efnum. Við sjáum til dæmis að það eru einkaaðilar núna að byggja upp alveg glæsilegan leikskóla fyrir Reykjavíkurborg í Elliðaárdalnum. Og það verður mjög spennandi að sjá hvernig það lukkast. Við sjáum til dæmis hvað hinu opinbera gengur illa að eiga fasteignir og hvað er molna og morkna í eigu og í höndum hins opinbera. Þannig að mér finnst spennandi að skoða eitthvað nýtt módel í þeim efnum. Væru til að selja skólabyggingarnar og leigja reksturinn? Ég held að við ættum aðalega að skoða á nýbyggingarnar, hvort við getum farið inn í eitthvað skonar PPP-verkefni í þeim efnum eða fengið einkafjármagn eitthvað meira inn í slíka uppbyggingu. Við getum líka séð ef við verum að skipuleggja alveg nýtt hverfi að þá það sem að maður heyrir uppbyggingar aðalega gerna að tala og það er rosalega framþungt að hefja uppbyggingu á húsnæði því að þú ert að greiða svo svakalega gjöld strax á fyrsta degi til borgarinnar og borgin kannski rökstuður það með þeim hætti við þurfum þetta fjármagn strax og við getum farið að byggja innviðina fyrir hverfið. En þarna mætti skoða eitthvað alveg nýtt módel eins og til dæmis að gera uppbyggingaraðilum kleift að greiða ekki þessu opinberu gjöld fyrir en íbúður seljast. Þá losnaður við mikinn fjármagnskostnað, geta byggt hraðar og þetta verði ekki þessi miklu þyngsl. Þannig að þetta er einhvers konar lán eða senkugreiðslu á lóðinu. Já, í staðinn getum við fengið einkaaðila með okkur í að hefja uppbyggingu á innviðunum með einhverju módeli þar sem að borgin geti leigt og eignast skólana á 25 árum eða bara eignast á ekki, skilur þannig að það er alls konar. Hvenær var það svona stór business hjá borgin að selja lóðir? Hvenær byrjaði það? Þannig að mann fannst eins og lóðaútlutinir væru miðust við uppbyggingu svæðisins en ekki það að fá meir og meir í kassan til að rétta bókald. Er það misskilningur hjá mér, hefur þetta alltaf verið partur af einhverju business? Nei, þetta hefur ekki alltaf verið þá. Lóðir hafa orðið dýrari og dýrari og það gerist þetta svolítið í valdatíð dags að þeir verða svona mjög dýrar og það eru lögð á innviðagjöld en málið þetta þetta svolítið lögmálu framboð og eftirspurn og það er bara lóðaskortur í Reykjavík. Það er bara staðan. En eftir segja hann sé skipulagur þessi lóðaskortur? Já. Ég meina Ingibjörg Sólrún þegar hún tekur við þá bara segir hún, hér verður ekki byggt meira, við erum ekki að fara að brjóta nýtt land og ég meina Kópavog hlópar allavega í bankan og fekk allavega til sín. En er það ekki líka vegna þess að við vorum að vannýta innviði þá og við þurftum á þéttingu að halda, við þurftum einhvern veginn að þétta þessa borg. Var það ekki einhvers virði samt að fara í þessa þéttingastefnu? Sko þéttingarstefnan nefnilega í eðlisínu er bara góð og gild og ég held að í daglegu tali sé fólk fara að gera greinamun á þéttingu og svo ofurþéttingu, það sem er svolítið kallað núna. Hugmyndin á baku þéttingu er að byggja á svæðum þar sem er pláss og mér finnst mikilvægt að ef það er gert þá þarf að gera það í svona góðri sátt við umhverfið í kring og þar sem er innviðir þola meiri byggð.
það sem hefur verið svolítið á skjön við þessa stefnu í borginni að þau eru að byggja á stöðum þar sem mjög gjarnan í mikill ósátt við nærumhverfið og á stöðum þar sem innviðir þola einmitt ekki meiri byggð, þar sem að veitukerfin okkar eru þegar löngu sprungin, þar sem að skólarnir okkar eru löngu sprungnir og leikskólarnir og dæmi þetta eru Vesturbær og Laugardalur. Þar hefur verið mjög mikið þétt en löngu áður en þéttingin hófst voru skólar og leikskólar og allir innviðir löngu sprungnir og þetta, ég meina, ef að það eru blettir í svona hverfum, þar sem að allir er svona sæmileg sáttum að byggja á og skynsalegt að byggja á, að þá ætti miklu frekar að skoða að byggja til dæmis fyrir eldri borgara sem þurfa ekki skóla og leikskóla og það er nú gerna þannig. En þá ertu farin að skapa líka einhverja einsleitni í hverfum? Nei, nefnilega ekki, vegna þess að það er svolítið skekkja í umræðum húsnæðisuppbyggingu að þá er svo mikið verið að tala að við þurfum að byggja fyrir fjölskyldur og þurfum að byggja fyrir fyrstu kaupendur en kannski getum við leyst hringrásina með því að byggja fyrir eldri borgarna sem vilja rýma fjölskyldu eignirnar sem þeir setja á og skapa þá þessa hringrás, þá geta fjölskyldurnar sem vilja stækka við sig, farið í húsin og hringrásin haldið áfram. Þannig að ég held að þetta og ég vil lengi haldið fram, þetta er svolítið skekkja í nálgun á húsnæðisuppbyggingu. Við þurfum að byggja held ég miklu meira með tilliti til hækkandi lífaldurs og nú er eldri fólk að lifa mikið lengur og búsetu mynstur eru líka breytast. Við sjáum þetta í löndunum í kringum okkur og þróunin er að gerast hérna á Íslandi bara aðeins hægar að húsnæðisáætlanir borgarinnar gera ráð fyrir að svona 2,45 búi í hverri íbúð í framtíðinni en það er líklega, meðaltali verður líklega 2 og það er það sem við erum að sjá í löndunum í kringum okkur og það gerist einmitt með hækkandi lífaldri að fólk lifir lengur og kannski missir maka sinn og býr þá eitt lengi og annað þannig að við þurfum að hugsa allar þessar breytur. En parturinn af þessu er að hverfi sé sjálfbært að einhverju leyti svo við þurfum ekki að flakka á milli. Akkurat. Hvernig getum við tryggt það vegna þess að auðvitað líka hreyfing í hverfum. Við sjáum líka að það eru auðvitað skólabyggingar af því að börn eru flutt úr þessu hverfi eða eitthvað slíkt. Þannig að hvernig getum við haldið þessari dýnamík og sveigjanleika hverfana þannig að við séum einhvern veginn í þessu jafnvægi. Þetta er nefnilega mjög mikilvæg spurning og það eru sum hverfi og oft eftir því sem verða eldri þá náðu þessu jafnvægi og það tekur hverfi svolítið tíma að ná þessu nýtt hverfi svolítið tíma að ná þessu jafnvægi. Þarna er mjög mikilvægt að hafa fjölbreyttar húsagerðir þannig að það sé húsnæði fyrir öll æviskeiðin inn í hverfinu. Svolítið eins og þetta sem ég var að lýsa að þú fjölskylda sem er kannski bara segjum raðhúsi og þar eru börnin alin upp og svo verða hjónin eldri og vilja fara að minnka við sig þá þarf að bjóðast einhver eign í hverfinu, þannig að mjög gjarnan þannig að fólki þykir ofsalega vænt hverfi sitt og vill ekkert flytja úr því. Það er að bjóðast eign fyrir það í hverfinu. Það er líka bjóðast eignir fyrir börnin sem eru án uppkomin og vilja flytja heiman og vilja kannski einmitt búa í hverfinu að svona eignir fyrir fyrstu kaupendur. Það þurfa að vera þessar fjölbreyttu húsagerðir. Og svo eru þetta til þess að hverfi sé sjálfbært að þá þarf að vera yfirleitt nógu mikið að fólki í því, þú veist, það má ekki vera ofgisið og líka getur verið mjög gott að hafa vinnustæði, eitthvað stærri nánd, þannig að það sé hverfið sé ekki kalt á daginn. Erum við með einhver svona hverju? Við höfum talað Páll Líndal var hérna daginn og talað að Breiðholti væri mjög vel heppnað út frá þessu. Þú getur svona verið þar frá vöggu til grafar nánast í. Erum við með svona, að þú bara nefnir svona fyrirmyndir í tínum huga? Hvar eru þær? Þar sem að hverfin eru sjálfbær. Já, ég meina þetta eru, Vesturbær er svona mjög sjálfbært hverfi og Laugardalur orðin það líka. Kannski má segja miðborgina einhverju leiti en þetta eru hverfið þar sem þú getur gengið í matvöruverslun og blómabúð og bakari og það eru komið kaffuhús sem eru svona samkomustæðir í hverfunum og sundlaug og annað og ég heyri mikið að því ég hef verið að halda íbúafundi í hverfunum og verið með viðtalstíma í hverfunum og gert mér svona farum að vera ekki bergmálshelli að fara út Víðaborg og hitta fólk og fólk vill mjög mikið meiri þjónustu í hverfin sín og það vilja mjög margir kaffihús í hverfi sitt og sjá fyrir sér stemningu. En það er alltaf einhver með dass af áhættusækni og einhver pening og tíma sem þarf að opna þetta kaffihús og reka það. Og ég á vini sem hafa opnað kaffihús og það var bara bölvabast. Þannig að það þarf alltaf einhver að gera það og þá þarf hann að geta treysta á að fá einhverja viðskiptavinni og einhverja kúnna. Þannig að þá getur líka skipt máli eins og ég segja að það sé vinnustæður í hverfinu að það sé fólk þar á daginn. Það er ekki miklar forsendur til að reka kaffihús í hverfiða sem kannski engin er fyrir en eftir 5 af því að þá er allir komið með vinnunni. En hvernig getur stutt við þetta? Við höfum gagnrýnt mjög að það sé ekki fleiri atvinnutækifæri og vinnustæður austarlega í borginni og það er aðalega þar sem við þurfum að svona hjálpa hverfunum að ná í þessari sjálfbærni og við sjáum þetta líka í umferðinni ef þú myndir bara horfa á og ég sá nú bara í gær drónamyndir af umferðinni í Reykjavík að þá sérðu bara að mótni hvernig umferðinni er mjög þung í vesturátt að mótni allir að fara til vinnu og akrinarnar svona hálf auðar hinum einn og svo snýst þetta við síðdegis
og þannig erum við til dæmis með samgöngu innviði sem eru bara algjörlega vannýttir, þú veist, hinn helmingurinn og ef við gætum einhvern veginn jafnað umferðarstraumana með því að jafna borgarskipulagið, þannig að fleiri væri að sækja vinnu austarlega í borginni, ég held að flest okkar myndum mjög gjarnan vilja sko starfa nálægt heimil okkar, þurfi ekki að ferðast langan veg og ég veit að í Austurborginni myndi fólk mjög gjarnan vilja að þar væru stórir vinnustæðir. Þannig að það þarf auðvitað að huga því í skipulagi. Ég ekkert eðlilega svegt að því að ég lagði mjög mikla áherslu á það þegar það var verið að skipuleggja Ártúnshöfðan, nýtt hverfi þar, að við fengjum tækniskólan þangað. Því tækniskólan var að leita nýri lóð og mér fannst bara algjörlega út í hött að við myndum ekki gera allt sem við gætum til að halda tækniskólanum í Reykjavík. En Hafnarfjörður hljópraðar og fékk hann þangað og ég segi þetta bara til hamingju Hafnarfjörður og ekkert að bara frábært fyrir þau en ég þetta súr að missa þau úr Reykjavík og þar höfðum við þetta kjöru tækifæri til að fá stóran vinnustað, stóran skóla þar sem fólk að ferðinni á daginn og það skapar forsendur fyrir rekstur og einhverja veitingaþjónustu og annað. Við þurfum að hugsa þessa þætti. En svo horfum við til dæmis á Mjóddina og þó ég nenni ekki að fara mikið út í þetta þessa grænu byggingu þarna, þá hefði maður haldið einhvern veginn að það væri svo stór tækifæri í Mjóddinni að hugsa hana einhvern veginn alveg upp á nýtt með tengingu við Breiðholtið, tengingu við Kópavog og austurhluta Kópavogs og einhvern veginn í allar áttir, norður og söður líka. Af hverju gerist einhvern veginn, þetta allt í einhverjum bútum og einhvern veginn virðist ekkert að frétta þessari Mjódd. Getur þú sagt mér, eitthvað nýtt að frétta og hver framtíða sín? Breiðholt náttúrulega alveg frábært hverfi og mjög fjölbreytt og dýnamískt og við höfum nefnilega lengi talað fyrir akkurat þessu sem þú ert að nefna og lögðum hreinlega til að Mjódd yrði bara skipulögð og endur skipulögð svona alveg í heild sinni. Heildarsamhengi Mjóddarinnar yrði skoðað að hún fengi að vera þessi þunga miðja verslunar og þjónustu fyrir Breiðholtið. Þar getur verið frábæra atvinnutækifæri, það eru þetta daga einhverju leiti en líka bara þjónustan yrði eld og þetta yrði svona bara stolt Breiðholtsins, Mjóddin. Við fengum að endingu fyrir nokkrum árum síðan þessa tillögu samþykta, bara já, ok, þetta er góð hugmynd, við skulum gera þetta. Svo gerðist ekki neitt og svo, ég meina afleiðingina því eru þetta eitthvað eins og græna gímaldið, þú veist, og það er líka afleiðing af þéttingastefnu í rauninni þar sem að borgin hefur ákveð horfir svolítið á atvinnusvæðin í Reykjavík og hugsar hér væri gott að þétta og skipuleggja íbúðabyggð, rekur fyrirtækin burt og svo þegar við erum með stórt fyrirtæki eins og Haga sem borgin vill halda í Reykjavík að þá á hún enga betur lóð heldur en þessa lóð á Álfabakka til að bjóða þeim og það eru þetta svona líka ákveðin birtingamynd af þessum vanda sem er búið að skapa gagnvart atvinnulífi og þetta setur auðvitað svona langvarandi strik í reikningin fyrir Mjóddina auðvitað og ég hef nú sýnt uppbyggingaraðilum og hugum mjög mikla samúð í þessu máli alveg eins og ég sýni þetta íbúum líka vegna þess að þeir auðvitað byggja bara innan þess ramma sem þeim var gefin. Það er ekkert verið sýnt í málinu að þeir sem byggðu þessa skemmu hafi farið út fyrir sínar heimildir en þetta er auðvitað alveg hræðilegt fyrir íbúana sem búa þarna hinum en alveg hræðilegt. Þannig að og ég var að rifja það upp daginn að í janúar í fyrra var mér sagt að í lok mánaðar myndi vera kynnt lausn hvernig þetta bregðast við þessu græna gímaldsmáli og þá voru hugmyndir að þetta bara sneiða ofan af húsinu og eitthvað svona alls konar og núna er bara meira en ári liðið og það er ekkert, ég hef ekkert heyrt þannig að ég veit ekkert hvernig þau ætla að leysa það, já. En stundum finnst manni eins og margir veikleikar í borginni séu vegna þess að við erum einhvern veginn í keppni við önnur sveitarfélög í staðin fyrir að vinna betur með þeim og ef við værum að sameina sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu að þá gætum við hugsað miklu sterkar hvar spítalega á að vera hafnir, fyrirtæki en við erum alltaf að reyna einhvern veginn að halda einhverju innan okkar landamæra og erum farin í yfirboð á móti Kópavogi eða einhverju slíku. Er þetta einhver veikleiki? Sko það er að einhverju leiti samstarf til dæmis innan skipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins, þar sitt ég og þar eiga öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu fulltrúa og það er svona svolítið reynda eitthvað samstarf skipulag. Ég er reyndar þeirra skoðunar almennt að samkeppni sé bara aðfinnu góða, það sé bara fínt að við séum aðeins að keppa og þetta er samt lítil sveitarfélög svona þannig síðan. Akkurat, það er auðvitað oft umræða líka sameiningu sveitarfélaga og ég held að hún sé góðra gælda verð víða en borgin er núna ég sumir segja Kópó og sé hinn fullkomna stærð svona fullkomna rekstra reyning svo stærð svona 40.000 íbúar það sé hinn fullkomna rekstra reyning ég er ekkert að leggja mat á það ég er bara þetta er svona þessu sleið fram reglulega
Ég held að Reykjavík ætti bara eins að ná tökum á sjálfri sér áður hún fer að sameinast öðrum sveitarfélögum en það geti alveg verið góð hugmynd í framtíðinni að sameinast Seltjarnarnesi sameinist Reykjavík eða eitthvað en ég held að hafa ekki mikið áhuga á því. Þessi umræða uppbyggingu húsnæðis, hún er dálítið ruglingsleg og við erum allt frá því að lofa einhverju 10.000 íbúðum á einhverjum nýjum svæðum og yfir í að það er nóg til af íbúðum, það er bara ekki af réttu tagi. Hvernig metur þú þessa stöðu á húsnæðismarkaðnum? Þurfum við að fara í þessa gríðarlegu uppbyggingu eða er það bara pressa frá samtökum iðnaðarins og Já, sko hefur opinbera á bæði það bara húsnæðis- og mannvirkjastofnun og ríkisstjórn fleiri ríkisstjórnir og borgarstjórar hafa þetta bara skrifað undir samkomulög að fara hérna í mjög miklu uppbyggingu og við erum alveg sammála því. Það þarf. Er hún svona mikilvæg? Er hún svona, þarf að gera þetta í þessari, hvað þú segja, desperasjón? Sko, ég held við verum að vanda til verka, við verum auðvitað að passa að fara ekki eitthvað fúsk að því að við erum í þannig desperasjón, en ég held við þurfum að setja meiri kraft í málið og eina ástæð fyrir að þetta hefur gengið hægt er að það er verið að einungis verið að leyfa íbúðaruppbyggingu á einmitt þéttingareitum og það gengur bara hægar. Það tekur lengri tíma. Viltu stoppa það? Sko, þétting getur verið góðra gjaldaverð á réttum stöðum en það er á mörgum stöðum sem ég vil stoppa það. Ég vil stoppa áformin í Grafarvoginum til dæmis og það er til dæmis sko dæmi hverfi. Á síðasta kjörtímabili vorum við sjálfstæðismenn örugglega oftar en einu sinni með tillögum að byggja meira í staðahverfi í Grafarvogi. Þar var skóli sem korpusskóli sem var lokað vegna þess að það voru ekki nægilega mörg börn í hverfinu. Þannig að það var bara svona, halló, þétting, þú veist, hérna má byggja meira og skapa forsöndur til þess að þessi skóli geti verið opinn og fólki í hverfinu var auðvitað mjög ósátt að það hefði keypt hérna á þeirri forsöndu og það væri skóli og en þær tillögur voru felldar. Svo koma fram þessar tillögur aftur og þá á að byggja staðahverfi en líka á rosalega mörgum öðrum og fólk upplifði bara hverjum einasta græna blett í hverfinu. Og þetta var gert á svolítið miklu offorsi og þegar ég sá þessar tillögur ég hugsaði, vá, það er alveg, ég bara veit hvað að fara að gerast núna, það mun allt loga. Fólk verður bara ósátt við þetta. Þannig að mín upplifun er að sko íbúar í Grafarvogi er ekki að segja bara það má ekki byggja einustu íbúð hérna nokkuð tíman. Það er einmitt til dæmis töluverð eftirspurn eftir að það sé byggt svona huggulega íbúður fyrir eldri Reykvíkinga sem vilja kannski rýma húsin sín. Það vantar og sko Þannig að svæðin eru til staðar. Já, ég meina bara eins og í Grafarvoginum, það er valla að maður finni, þetta er reyndar í mörgum hverfum, en maður finnur alveg svona, það er rosalegt Grafarvog stolt og fólk elskar hverfið sitt og margir sem búi í þessum húsum þetta eru jafnvel frumbyggjar og vilja rýma húsin sín en þau vilja ekkert flytja úr hverfinu. Þannig að þetta er svona spurningum þéttingu og ofurþéttingu eins og ég sagði áðan. Þannig að það getur alveg verið skynsalegt að þétta á stöðum þar sem er sátt það í umhverfinu og þar sem innviðirnir þola það. En við þurfum að stoppa að vera í stríði við umhverfið að vera að byggja það sem við erum að til dæmis algjörlega breyta ásýnd hverfa og byggðaminstri og hóla niður fólki sem það sem innviðir er ekki. Já, þú styður uppbygginguna á Ártúnshöfða og reyndar væntanlega of seint að fara að bregðast eitthvað við því. En þar hefur verið gagnrýnt að við séum með allt og mikið í rauninni magna íbúðum á oflitlum reit, það sé bara oft þétt og ljósvist, slæm og annað. Já. Er það eitthvað sem að hægt er að vinda ofan? Já, sko, ég hef alveg ágjörð þessu líka. Við studdum upprunalega að farið væri í þessa íbúðu byggðu upp á Ártúnshöfða, en þetta er gríðarlega, þetta á að vera gríðarlegur massi þarna og það þarf að skoða það. Ég hef líka ágjörð af fyrirtækjunum sem eru hrakin þarna burt, því þar gengur ekki eitt yfir alla. Einhverjir eru hraktir burt en fá í rauninni einhvers konar sárabætur í staðinn, fá byggingarheimildir á góðum kjörum og geta þannig skapað sér aur til að koma sér fyrir einhverstaðar annar staðar. En svo eru svona litlir og meðalstórir atvinnurekendur, mikið til á Bíldshöfðanum sem eru bara nýverið búin að átta sig á því að þeir standa á útrunum lóðalegu samningum eða samningum sem eru að renna út. Í þessum samningum eru engin uppkaupsákvæði sem þýðir að þegar samningur rennur út þá eiga þeir bara að rífa húsnæðið á eigin kostnað og skila lóðinu upprunalegu ástandi og bara hypja sig. En býtum við var ekki sambarlegt með olíustöðarnar sem að var greitt fyrir en akkurat, í rauninni hefðu þau bara geta nálgast það með sama hætti. Það er nefnilega nákvæmlega sem ég benda á. Það gengur ekki eitt yfir alla í þessum málum í Reykjavík og ég kalla eftir bara miklu meira jafnræði í þessum efnum. Ég skil alveg að það er áfall fyrir atvinnurekenda, hvort sem það er olíufélag eða veitingastæður í Bíldshöfðanum. Það er áfall fyrir atvinnurekenda þegar það hefur opinbera. Stjórnvald kemur og segir, já, góðan daginn, við ætlum að loka þinni starfsemi. Nú ættu bara að fara. Það er áfall og það er áfall fyrir reksturinn og menn sjá fyrir mikið tekjutap og tjón
og mér finnst alveg eðlilegt að það mönnum sé bætt það með einhverjum hætti upp. En það er gríðarlegi peningar þegar við erum hann að horfa í sko, já, það þarf að vera með eðlilegum hætti. Viltu bara borga eitthvað sem þú þarft ekki að gera? Hvað segir viltu? Viltu bara borga fyrir eitthvað sem þú raunverulega þarft ekki að gera? Nei, einmitt, en það þarf bara að vinna með, við þurfum að vinna með atvinnurekendunum í Reykjavík og því miður þá höfum við verið að rekja marga þeirra bara til annarra sveitafélaga. Ég tek mjög eftir hvað mörg þeirra eru að fara til Hafnarfjarðar og það eru bara, liggum við heilu göturnar í Hafnarfjörðunum þar sem standa fyrirtæki sem áður voru í Reykjavík. Tíð Malbyggunastöðin Höfði, fyrirtæki í okkar eigin eigu, við áttum ekki lóð fyrir þau eru komin í Hafnarfjörð. Já, það? Já. Borgarfyrirtæki sjálf? Yes. Já, það verður kannski auðveldar að selja það fyrir vikið. Kannski. Sko, borgarlína sem að sko, við tölum svo mikið þessa borgarlínu en ég held að enginn einhvern veginn skiljana og það er líka alls konar myndir og við veitum ekki einu sinni hvort hún eigi að liggja og ná einhverju teinum eða vera einhverju braut og er þetta einfaldi stræt og reyða eitthvað slíkt og svo kemur nýr oddviti miðflokksins bara með nánast keyrur á þessari stefnu bara endurskoðun á borgarlínunni. Hvað viltu sjálf gera? Sko, ég hef tekið eftir í umræðum borgarlínu og fólk er ofta að tala um epli og appelsínur og þegar þessar hugmyndir koma fyrst svona til umræðu þegar ég er að byrja í borgarstjórn og svona þá er þetta bara kynnt sem við ætlum bara að bæta almenningssamgöngur, þetta er bara að vera strætisvagnar á séragreinum, bara svolítið eins og við þekkjum, betri biðskýli, þetta tikkaði bara öll bóksin, bara sem við viljum tíðari ferðir, betri vagna, betri biðskýli, allt þetta. Sást þetta alltaf fyrir sem bara meiri forgangsakstur? Já, og mér fannst þetta auðvitað bara algjörlega, auðvitað gerum við það, spennandi og svo fyrir umræðan út í svona teknilega dítela og til dæmis þarf hún endilega að vera í miðjunni, það verður að tekna upp í miðjunni og Vegagerðin hefur nú stundum bent á það og fundum, þetta bara gengur ekkert alltaf upp, það er ekkert alltaf hægt að hafa þetta í miðjunni, það er bara algjörlega galið. Þannig að svona það fara að renna fljótt á mann tvær grímur. Ég var strax með mjög mikla fyrirvara við fjármögnunina á þessu og það er ekkert ennþá alveg búið að svara því, hvernig á að borga fyrir þetta. En það upphæðina líka óljósar hvað þetta á að kosta? Já, það er óljóst og svo er það sko þannig að ríkið á að koma inn með 143 milljarða í þetta verkefni eða í samgöngusáttmálanirunni í heildsinni í gegnum veggjöld og það á að gerast 2030 og ég á bara alveg eftir að sjá að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur fari í gegnum þingið með veggjöld að það verður bara rosalega stórt og viðkvæmt og erfitt pólitískt mál að leggja veggjöld hérna á höfuðborgarsvæðið en ekki annars staðar á landinu. Þannig að það er bara rosalega mikil óvissa í þessu og svo eru þetta bara þessar þrengingar og nú Suðurlandsbrautin þetta bara nýjasta dæmið þar sem að við sjáum núna teikningar og deiliskipulagstekningar og myndir af því hvernig Suðurlandsbraut á að líta út þar sem á að taka þarna 2 akreinar af almennri umferð, skerða verulega bílastæði fyrir fram að fyrirtæki á Suðurlandsbraut og fyrirtæki eigendur þetta er bara í verulegu uppnámi og eru að kalla eftir samtali við borgina og það hefur lítið verið gefið. Þannig að, þú veist, allt þetta, við erum að móta þessu í núverandi mynd, en við styðjum öll sko upprunalegu markmiðin sem að ég hellaðist af, sem var bara, já, ég meina, við erum bara að fara í betra strætókerfi. En nú erum við komin, sko, langt á veð með þetta, ég meina, brúin yfir Fossvoginn er að rísa. Við ætlum núna allt í að fara að grafa göng, eða stokk, eða hvað það er, sko, nánast, bara Miklubrautin á enda og koma út í Skeifunni byrja einhvers staðar á Hringbrautinni og enda í Skeifunni og ekki hefur okkur tekist að búa til marga stokka á höfuðborgarsvæðinu ef nokkra, er það ekki rétt hjá mér? Við erum búin að lofa alls konar Miklubraut í... Það var sko fyrir þegar samgöngusáttmálinn var endurskoðaður á þessu kjörtímabili þá var ákveða Miklubraut var ekki stokk heldur í göng þá er verulega góð ákvörðun vegna þess að þegar stokkur er lagður og þá verður verulega raska umferðin á meðan en við getum borað göng án þess að raska umferðinu ofanjarðar á meðan þannig að það er verulega bragarbót á þessari hugmynd við erum miklu stuðningsmenn Miklubraut að ganga og við sjálfstæðismenn tölur þetta fyrir því heyrðu ekki að fara að skoða bara frekar í jarðgangagerð í Reykjavík, hugsa ykkur tækifærin sem við getum skapað í borgarskipulagi ofanjarðar ef við komum nýjum stoppvegum fyrir neðanjarðar. Þetta er eitthvað sem má gera í einkaframkvæmd. Það getur verið hófleg gjaldtaka til þess að fara í gegnum þessu göng þar sem umferð verður mjög greið og ég til dæmis gæti nefnt það sem ég myndi kalla Vesturbæjagöng til dæmis. Þau getur farið út frá Grandanum og undir Hafnarkjaftin og komið aukstur upp á Sæbrautinni eða bara aukstur allt annar staðar. Þar getum við tekið umferðina frá Seltjarnarnesinu, umferðina frá nýri byggð út á Granda sem ég vil sjá rísa á landfyllingum. Möguleikarnir þetta eru endalausir og
þá getur hringbrautin orðið bara meiri vistgata og rólegri umferða því að við erum að sjá að til dæmis börn sem búa norðanmegin hringbrautar í gamla Vesturbænum, þau eru ólíklegri til að vera í stunda íþróttir heldur börn sem búa nær íþróttafélaginu. Þessi gata er svona hindrun. Þannig að við getum skapað alls konar tækifæri í borgarskipulagi með því að koma umferðinni fyrir neðanjar. Það þarf ekki alltaf, ég sé að Samfylking og Píratar á þessu flokkar í meirihlutanum, þau eru að reyna að búa til og boða svona mannvænt umhverfi, en það er alltaf á kostnað þeirra sem er að ferðast hérna á bílum og þurfa að komast á milli staða og þau gera það með því að þrengja. En ég segi, gerum frábært mannvænt umhverfi, komum umferðinni fyrir neðanjarðar. Sko, Hildur, ég er að velta það fyrir mér sko hvernig þú ætlar að nálgast það núna í kosningabaráttunni. Vegna þess að allt sem þú ert að segja og þú ert eiginlega búin að fá og ég bara ákvaða að gefa þið svigrúm til að tala út frá þínum hugmyndum og kannski er það ákveðið frelsi í staðin fyrir að vera alltaf einhvern veginn að gagnrýna það sem að nú er þetta meirihluti hefur gert. En finnurðu flöt á samstarfi með einhverjum af þessum flokkum sem hafa staðið að meirihlutunum? Sko nú er það þannig að sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn í borgarstjórn sem ekki hefur setið í meirihluta á þessu kjörtímabili. Það sprakkaði þetta meirihluti fyrir ári síðan og þá fer út úr honum Framsóknarflokkurinn og Viðreisn og inn í hann fara sósíalistar og eitthvað og Flokkur fólksins. Þannig að sko við sjálfstæðismenn segjum alltaf við göngum óbundin til kosninga vegna þess að við vitum aldrei hvað kemur upp úr kassunum og það er ekkert endilega eitthvað drauma scenario sem kemur upp úr kjörkassunum, eitthvað drauma meirihluti. En ok, þetta segir þú veist að því að þú þarft að segja þetta. Nei. En þú lítur einhvern veginn að tengja við einhverja umfram aðra. Já, við viljum auðvitað mynda meirihluta breytingar og við segjum þessar kosningar verða 2 turnatal. Kannanir eru að gefa það til kynna. Það verða 2 turnatal Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Samfylking hefur verið hérna við völd í borginni meir og minna með smá undantekningum í 30 ár og bera þetta ábyrgð á svona því hvernig borgin hefur þróast. Hér er að okkar mati allt á rauðu, samgöngumálin eru rauðu, húsnæðismálin eru rauðu, skólamálin, leikskólamálin, fjármálin, við getum tala við það og það eru þetta skrítið þegar nýr oddviti Samfylkingar segir við ætlum að vera breytingaaflið. Samfylkingin ætlar að vera breytingaaflið sem gerir breytingar eftir 30 ára valdatíð Samfylkingarinnar. Þetta er svona svolítið skiptir svolítið skökku við. En þetta er nýr aðili sem að ein persóna með líka gamalt fólk í lestinni, það er auðvitað þannig sem hefur ber ábyrgð og hefur staðið þessu og hann mærir mjög Dag Bjargertsson til dæmis sem var borgarstjóri 10 ár, kallar hann Alex Ferguson og annað. Þannig að ég veit ekki alveg, hann er ekki alveg búin að sýna á spilin hvaða breytingar hann boðar, hann bara segir orðið en við höfum ekki alveg fengið að vita hvað það þýðir. Já, ég meina að þú byrjar ekki á því, sko, það er ekki fyrsta verkefnið þitt samt að fara að rauna við fortíð flokksins sem að þú gengur inn í. Nei, en hann segist vilja breyta og ég er bara spennt að heyra hverju vil hann breyta. Ég er bara, Pétur er nágranni minn og bara góður drengur, ég hef ekkert vondum hann að segja, en ég er spennt að heyra. Sko, þú ert að spyrja mig hvers konar meirihluta við myndum vilja mynda. Við viljum mynda meirihluta breytingar með flokkum sem eru reiðubúnir að fara í þessar alvöru breytingar sem borgarbúar eru að kalla eftir. En sko, fólk sem að er vinstra megin í borginni, það kom með eitthvað svona, hvað þú segja, það er bara rosalegt vantraust gagnvart Sjálfstæðisflokknum. Það er búið að ala á því vantrausti og það er talað að þeir séu bara svo helspiltur flokkur að þeir munu fara að selja eignir og koma til vildarvinna og allt þetta. Og það hlýtur einhvern veginn að þú þarft einhvern veginn að sannfæra fólk að þetta sé alltaf einlægni og heiðarleika og það sé ekki einhver öfl á bakvið sem að ætli síðan að maka krókin. Hvernig getur nálgast þetta af þeirri einlægni? Já, það er auðvitað bara góð spurning. Ég er auðvitað bara í þessu til að vinna fyrir fólkið í borginni og ég fór í þetta upprunalega að því mér langaði að vinna fyrir fólk og gera gagn fyrir samfélagið mitt. Ég veit ekki hvaða vildarvinir hefðu áhuga að kaupa ljósleðaran eða karpfix í núverandi ástandi, sko, þannig að ég veit ekki alveg svo vil ég nú segja að fólk gerir reyndar mjög mikinn greinamun á Sjálfstæðisflokknum á þingi og Sjálfstæðisflokknum í borgarstjórn og það sjáum við reyndar mjög vel í skoðanakönnunum og við heyrum að ég hitti svo reglulega fólk sem segir mér ég hef alltaf kosið vinstri græna eða Samfylkinguna en ég held ég kjósi ykkur núna, nú vil ég bara eitthvað breytist. Og það er kannski það sem er að reyna að koma þú ert með svona ákveðnar klyfjar af Sjálfstæðisflokknum á þingi og í landsmálum hann mælist ekki vel það gengur ekki vel hjá Guðrúnu einhvern veginn að ná flokknu sem einhverju heild og
og Jens Garðar, það svona alls konar upplöp í gegnum hann sem að fólk kannski ekki að tengja við og auðvitað þetta alveg ólíkt þeim baráttumálu sem að þið þurfuð að setja á oddin í borginni, en enga síðu þetta hefur áhrif. Hver bara þín afstaða til núverandi leiðtoga Sjálfstæðisflokksins? Styðurðu að heilum hug eða ertu að reyna að fjarlægja þig? Auðvitað styði ég formann og fórustu Sjálfstæðisflokksins, ég gerir það og við Sjálfstæðismenn erum svolítið þannig, þú veist, við getum tekist á fórustu fólk og svo bara styðjum við þann sem kosin. Ég hef líka alveg mikla samúð með þeim að vera í þessum sporum, þetta Sjálfstæðisflokkurinn kannu þetta best við sig bara í ríkisstjórn og hefur verið það svona lengst af. Það brekka að vera í stjórnarandstöðu, ég þekki það, ég er búin að vera í minnihluta í 8 ár. Hann dálítið týndur. Já, ég held að þurfi bara svolítið að finna tónin, sko. Miðflokkurinn aðeins búin að tæta af ykkur, ég meina, fólk að ganga, fyrirvændi Sjálfstæðismenn að ganga í hrönnum að ganga til þessi miðflokkin, það eitthvað skilaboð til ykkar, eða ekki? Já, sko fyrirverandi Sjálfstæðismenn sem gangi miðflokkinn, þá segi ég nú bara það að Sjálfstæðisflokkurinn þannig flokkur að það mjög mikil samkeppni að vera í forystusæti í Sjálfstæðisflokknum og það mjög mikil samkeppni að komast á lista, framboðslista hjá Sjálfstæðisflokknum. Ertu að segja að þetta sé fólk sem bara komst ekki fyrir og sé svona pínundið átkast bara? Þú sagði það, ekki ég. Okay. Nei, ég ekki að segja það. Ég bara að segja að við tekjum mörg dæmi með þess, það ekki bara núna, bara í gegnum árin að fólk fer í aðra flokka sem hefur kannski ekki náð árangri í prófkjörum okkar eða ekki séð fram á að komast á lista hjá okkur og við sjáum stundum fólk dúka upp í öðrum flokkum og fólk hugsa og við erum að missa fólk en þá þarf maður að meina að segja já, þetta er frábær einstaklingur en hann hefði aldrei komist á lista hjá okkur og hann langar kannski bara að vera stjórnmálamaður og þá finnur hann sér flöt einhvers staðar annar staðar. Nú þetta mikið gert grína því að það séu margir flokkar í borginni leiddir af Sjálfstæðismennum og við Sjálfstæðismenn erum þetta bara stolt af því að hafa alið upp þessa stjórnmálastétt í borginni og það bara geðastimpill á þeim og kannski opnar okkur samstarfsmöguleika. Þú varst og læriðir píanóleik. Já. Þegar varst barn. Já. Og síðan fórst í hljómsveit. Já, svona má segja. Og þú fórst á svið, spilaðir á píanó og söngvarinn í bandinu, hver á það? Og ég svaraði strax og ég sagði fara í forsöguna alla. Segðu bara forsöguna. Já, ég var í tónlistaskóla Hafnarfjarðar og hóf þar tónlistanám 6-7 ára gömul og fyrst á blokkflautu og svo í píanónám. Og ég var með alveg frábæran píanókennara, alveg einstakann, Elín Anna Ísaksdóttir og þegar ég svona 13-14 ára það svona aldurinn sem margir hætta í tónlistanámi, fá bara ógeð og unglingar og þetta hundleðilegt og eitthvað og vinkona mína sem voru í tónlistanámi voru hætta og svona og ég átti bara samtal við minn píanókennara og sagði, heyrðu, ég nenni ekki að vera í svona stigsprófum og spila Beethoven og eitthvað tónstiga og eitthvað svona, get ég ekki bara haldið áfram að æfa og bara vera að spila eitthvað skemmtilegt. Bara bítlana og poplög og eitthvað sem mér skemmtilegt og hún var bara til í það, hún var alveg frábær þannig ég æfði á píanó þegar ég var 20 hjá henni nema hvað, að við vorum svona kannski 8 stelpur hjá henni sem vorum að æfa svona lengi framan af alveg út menntaskólan og hún tók okkur svona svolítið saman og stofnaði með okkur hljómsveit þannig að það svona, það var nú kannski ekki alveg hljómsveit en þegar það voru píanótónleikar alltaf 2 sinnum á ári voru píanótónleikar að þá létu nokkur spila kannski 2 lög og þá kannski fekk maður tækifæri til að spila á bassa eða marömbu eða þú veist trommur eða eitthvað það var mjög skemmtilegt og og í þessu bandi með mér var Kristrún Frostadóttir og ég heyr að þú hefur verið að hlusta á gammalt viðtal við mig þar sem ég sagði frá þessu og ég man að þá Kristrún bara óbreyttið þingmaður og ég man hún sendið mér skilaboð og hún hefði fengið ábendingu þetta viðtal og við vorum að hlæja þessu hún var búin að gleyma þessu sjálf en þá spila ég á píanó í einu atriðinu spila ég á píanó lagið Beautiful með Christina Aguilera og Kristrún Frostadóttir syngur og nú bara kalla ég eftir því var eitthvað foreldri með vídeokamerun og lofti í salnum því þetta verður þetta óborganlegt að finna þetta. Það gæti verið vísir að samstarfi þínu við samfylkinguna í vor. Gamla bandið, saminat. Nei, ég veit það nú ekki. Eins og segi, ég er bara ítrekka og ég veit að það finnst þetta leiðilegt svar og þetta klísja en stundum eru klísjur bara klísjur að það eru réttar sko. Það er bara við göngum í alvöru óbundandi kosninga en við viljum fara inn í breytingameirihluta. Við munum aldrei fara inn í einhvern meirihluta sem ætlar að sulla áfram í sama farinu. Hvernig ætlar að manna þann á lista? Hvað hefur þú mikið það að segja hvernig listin verið mannaður? Nú verið að manna listan og Sjálfstæðisflokkurinn er svona alveg bara stofnun með reglur og það er 15 manna kjörnefnd sem er valin með alveg
kúnstarna reglum, bara þetta félag og 1 fulltrú og þetta og 1 og 8 kostnir og eitthvað svona og þessi nefndi bara fullu núna. Þau kölluðu eftir frambóðum og tilnefningum og þau fengu hátt í 400 nöfn til að vinna úr þannig að það er rosalega gaman á sama tíma og við finnum mikla meðbyr bæði bara í samtölum við fólk og í skoðanakönnunum að þá er líka mikill áhuga á að vera með okkur og taka þátt með okkur þannig að þau hafa núna úr vöndu að velja og þannig ég er svolítið spennt að þegar listin verður tilbúin að við getum fengið tækifæri til að kynna hann ég stýri þessu ekki ég hef auðvitað sagt bara mínar áherslur og annað og ég vil bara sigurstranglegan lista og leggja áherslu á þar inni þessi fólk sem hefur getuna og þekkinguna og hæfileikana til að takast á við þessi flóknu verkefni sem að bíða eftir kosningar. En færðu ekki taka afstöðu til einstaklinga? Nei, það er ekki eitthvað þannig en ég finn hins vegar að nefndin vill bara gera frábæran lista sem ætlar að vinna vel með mér. Því að það virkaði ekki mjög samhentur hópur hjá ykkur í Sjálfstæðisflokknum í borginni. Það virti svona eins og þið værið ekki öll á svona saman og stundum að tala að hann væri svona þríklofinn hópurinn en hann var allavega virkaði ekki svona hópurinn sem er alltaf að knúsast og á sömu vegferðinni. Er það ekki rétt? Sko, ég veit ekki hversu margir alltaf að knúsa vinnufélaga sína en sko, Sjálfstæðisflokkurinn auðvitað stórflokkur og ef maður ætlar að vera svona breiðfylking þá þarf auðvitað að rúma með breiðan hópa fólki og við vorum mjög breiður og erum mjög breiður hópur af fólki í núverandi borgarstjórnarhópi fólk af ólíkum aldri, ólíkum bakgrunni það er þannig. En þið voru kannski einhver leiti að tala svona í austur og vestur ég er ekkert alveg sammála því sko. Mér finnst það að vera eitthvað svona sem að meirihlutin í borgarstjórn hefur ýtt svolítið undir það tal okkur við komum saman í allar atkvæðagreiðslur og bara hvergi skugga á, það var 1 tilvik þar sem var 3 klofningur og það gerðist til miður þegar eina skiptið sem að ég brá mér í 70 afmælisferð móður minnar það fóru allt úr böndunum þegar mamma fóru heimann, það var bara eftirlitslaust partí en það var þetta eina skipti og það er svolítið verið að hamast á því, verið að tala 3 klofin sjálfstæðisflokk og eitthvað svona, auðvitað er það ekki þannig og ég segi í því máli það var samgöngusáttmálinn sem þá var til umræðu og mér fannst að því við höfum rætt þetta hópurinn á löngum vinnufundi og vorum í rauninni svona bara heilt yfir mjög sammála afstöðu þessu máli en máli var bara sumum fannst glasið vera hálftómt og öðrum hálffullt en engum fannst það vera sko fullt. Upplifiru að það sé svona að þið séu með einhvern veginn síðustu kúluna í byssunni að ná borginni. Það eru margir sem að tala að það muni breyta miklu bæði fyrir Sjálfstæðisflokkin á landsvísu að gefa nú svona byrjundu báða vangi og eitthvað sjálfströst og líka vantilega fyrir þig af því að það ég get ekki trúið að það sé endilega skemmtilegast í heimi að vera lengi í minnihluta og þannig að þetta er svona, þetta þarf að ganga upp Sko, þegar ég var barn og var að setja mig markmið fyrir framtíðina þá sagði ég ekki mér dreymur að vera í minnihluta í borgarstjórn. Þú veist, það fer enginn í þetta þess að vera í minnihluta og vera áhrifalaus. Þannig að auðvitað mér farið að þyrsta mjög í að fá að hafa áhrif og ég til mig að hafa reynsluna og þekkinguna á kerfinu sem þarf til. Ég er svo miklu reiðubúnari í þetta núna heldur en ég var bara fyrir 4 árum til dæmis. Það er rosa reynsla að vera oddviti og stýra hóp og svona mörg verkefni sem oddvitar hafa með höndum. Ég segi ekki að þetta sé síðasta kúlan í byssunni, það er endalausar kúlur í byssunni og við munum ekkert gefast upp, en þetta hins vegar erum við ákveðnu dauðafæri núna. Við sjáum það, við höfum ítrekkað mælst í heilt ár og yfir 30% og við erum svona komin í nokkuð góða stöðu og við erum líka í betri stöðu svona til að ná til annara flokka heldur en við höfum oft verið áður. Það er mikilvægt. Það verður mikilvægt fyrir Sjálfstæðisflokkin að við náum góðum árangur í þessum kosningum og við komumst í meirihluta, en það er líka mikilvægt fyrir Reykvíkinga, segi ég. Og eins og ég nefndi áðan þetta 2 turnatal, það eru þetta þannig og þetta hef ég sagt áður og ég ætla bara að klífa á þessu út baráttuna því þetta er staðreyndin. Það hefur ekki verið hægt að mynda meirihluta hér í Reykjavík öðruvísi en að Samfylking eða Sjálfstæðisflokkur sé burðarás í slíkum meirihluta. Það er 1 stór flokkur og við verðum bara að vera nægilega stór til þess að það verði ekki hægt að ganga fram hjá okkur svo við getum verið þetta breytingaafl sem að Reykvíkingar er að kalla eftir. Þetta trufla mig alltaf pínlítið. Ok, hvað er með það? Vegna þess að, ég held að öllum sé ljóst að ég hef skilað auðu í 26 ár og kannski er það ástæðan að það er alltaf annarkvort eða. Og mér langar einhvern veginn bara að fólk komi samhendara að verkinu. Ef að ég er einhvern veginn alltaf settur til hægri eða til vinstri að þá eru þið einhvern veginn búin að draga mig með ykkur eða á móti ykkur. Ég myndi vilja sá að þið kæmuð öll tilbúnari
til að vera samhent að vinna fyrir okkur en ekki þetta 2 stundar tal að búa til ertu með á móti en það bara mín líðan og ég mjög skrítin manneskja þannig að kannski hittir þetta í mark hjá einhverjum en þetta virkar ekki fyrir mig. Ég kannski fæ að svara þessu nú höfum við séð kosningar eftir kosningar að það koma fram flokkar við getum nefnt við Reisn í kosningunum 2018 eða Framsókn í kosningunum 2022 og fólk upplifur þau svona ferskir vindar, þau að fara að breyta einhverju og það bara þannig, við sjáum þetta í könnunum, ég finn þetta á þessum samtölum og þessum ferðum mínum borgina og fundum, fólk að kalla hérna eftir ákveðnum breytingum. Það orðið þreytt á svona þeirri stefnu, upplifir að borgin sé á mótið og hún sé svona svolítið að skamma fólk alltaf, skammastuðin fyrir að vera á bíl og skammastuðin fyrir að halda vitlaust barnaafmæli og eitthvað svona og það bara þreytt á þessu. Það vill eitthvað fara að breytast hérna og þá kýs þessa, hefur kosið þessa kannski ekki vilja kjósa okkur og það eitthvað ekki vilja gera það en kosið þessa flokk og treysti þau að fara að breyta þessu fyrir okkur og svo gera þau það ekki. Þau fara bara meirihlutin fellur og þau ganga inn og reisa hann við og Dagur var áfram borgarstjóri og ég ekki að reyna að hallmála degja, hann listilega klár maður og flinkur stjórnmálamaður, ég bara ósamálunum við mjög margt. En kannski bjartsýn mín þegar ég horfi á þessi andlit að það ákveðin ferskleiki sem framöndan. Mér líst rosalega vel á Björgu, mér líst vel á Pétur Martins, mér líst vel á þig og þegar maður sér einhvern veginn fólk sem að maður svona metur og hugsa með sér, þetta einhver ný kynslóð sem að langar að vinna saman en ekki bara að sigra hugmyndafræðina þannig að það kannski það sem dregur mig að því að hafa væntingar að það veri bara gott fólk sem að leiðir þessa lista. Já, við að fara að sjá held ég rosalega mikla endurnýjun í borgarstjórn, við sjáum það bara strax, það allir flokkar að koma inn með rosalega mikið nýju fólki, það verður mjög mikil endurnýjun. Þannig að það verður þetta mjög athyglisvert að upplifa það. Sveitastjórnir og borgarstjórn svo kallar fjölskipað stjórnvald. Ég hef oft hugsað því nú hef ég reynslu á því að vera 8 ár í minnihluta og ég upplega bara, ég hef mjög mikið fram að færa, af hverju eru þau ekki einhvern veginn að nýta mig, af hverju eru þau ekki, sveitastjórnarmál ekkert svona alltaf alveg hægri vinstri, stundum það, jú, þá getum við deilt hvort það vera einkarekstur í leikskólakerfinu eða ekki og eitthvað svona. Og oft það bara common sense, finnst mann. Stundum það bara common sense, já, en sveitastjórnarmál oft við, ég meina, við erum kannski afgreiða, ég get verið aðstöð þar sem afgreiða 300 mál í einni viku. Og þú veist, það eru kannski bara 5 mál sem að við erum eitthvað ósamálum. Hitt bara eitthvað svona, þú veist, business as usual og afgreiða og allir sammála og svona, þetta bara rekstur sveitafélags. Þannig að auðvitað, það alveg rétt hjá það, þetta auðvitað ekkert þessi rosalegu ásar, ég held að það sem bara ég að reyna að segja ef þið viljið þessar breytingar, ef þið viljið afl sem ætlar að hlusta á ykkur, að þá stundum alltaf að gefa þessu gamla smá frí og leyfa ferskum vindum svolítið að blása ráðhúsið og við ætlum að vera þessir vindar. En ég væri hins vegar alveg, ég meina segjum að við varum bara búin að klára kosningar, höfum náð góðum árangri, myndum mynda meirihluta. Ég var auðvitað til að finna fleti þar sem að fólki, bara öflugt fólk í minnihlutanum sem hefur mikið fram að færa, bara með vinnandi hendur og vill láta gott að sér leiða, að það fái tækifæri til þess, svona svo lengi sem það ekki algjörlega á skjön, skiluru, eða bara, ég meina oft erum við bara öll sammála. Þannig að mér finnst það bara sjálfsagt og ég held alveg að það getur verið meiri tækifæri til þess. Bara í lokin. Hvaða mál þetta ráðast í fyrstu 3 máli sem þú ætlar að vaða í bara daginn eftir Sko, ég myndi vilja og ég að gefa okkur að þú verið borgarstjóra því að það svo mikið velun hérna í boði frá nákvæmlega, þetta mikils að vinna, sko, ég bara bretti bermar já, sko, ég var svolítið hissa eftir síðustu kosningar mér fannst meirihlutin bara skella sér sumafrí og svo mættu foreldrar í ráðhúsið á hausti alveg ævareiðir yfir að öll kosningalofurðin hefði ekki raungerst. Ég myndi vaða strax í að reyna að finna út úr þessum leikskólamálum. Ég ekki að segja að töfralausnin væri fundin bara í ágúst, alls ekki. En ég myndi bara, ég væri örugglega bara með, sko, ef það breyti ekki gegn persónuvernd bara með biðlistan á skrifborðinu mínu, skilurðu. Ég væri það vakin og sofin í því. Þannig ég myndi ráðast í það, reyna strax að tala við fyrirtækin í borginni, eigum að koma hérna í samstarf, eigum að skoða nýja leiðir, eigum að opna hérna dagheimili, eigum að fara einlega heimgreiðslur fyrir þá sem að bíða og ekki fá pláss eða vilja vera lengur heima, það getur verið ódýrari lausn fyrir borgina. Þannig ég myndi vaði þessi mál. Ég myndi strax hafa samband við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög og segja, við þurfum að setjast aftur á borðinu með samgöngusáttmálan. Við þurfum að endurskoða hann.
það er hérna ákveðin og þá þetta snýst ekki til með eða móti borgarlínu, bara skoðum þetta við þurfum að skoða þetta bara nýtt sá sem satt sko hérna þegar sáttmálinn gerður þá situr Dagur B. Eggertsson við borðið fyrir hönd Reykjavíkur og þegar hann endurskoðar situr Einar Þorsteinsson við borðið fyrir hönd Reykjavíkur ef ég hefði settið við borðið fyrir hönd Reykjavíkur þá hefði ég forgangsraðað verkefnum Reykjavíkur allt öðruvísi við erum með Sprengisandsgatnamótin sem hafa beðið lengi þau þurft að koma framar ég myndi vilja flýta Miklubrautagöngum þau koma bara alveg lengst einhvern tímann kringum 2040 flýta þeim, þau eru mjög mikilvæg og endurhugsa borgarlínu líka við þurfum ég vil ekki þrengja að umferðinni við þurfum að finna hagkvæmar leiðir til þess að vera hérna með myndarlegar almenningssamgöngur ég myndi gera það og svo hef ég rosalega miklar áhyggjur af skólanum okkar og ég myndi vilja strax það vantar í rauninni þetta ytra mat á skólan okkar ég vil við farum strax í að meta hvar skólanir okkar standa í samanburði við aðra við höfum ekkert að fara leynt með niðurstöðuna því foreldrar eiga bara önnur sveitafélög eða ég líka bara innan Reykjavíkur já, að bera saman skólana hvernig þeir standa já, fáum það fram og það enda mjög margt sem ég myndi vilja gera í skólamálunum almennt og við getum það svona kannski fyrir lengri umræðu en við þurfum að vita hvað skólinni standa við höfum ekkert að fara í felur með það mér finnst foreldrar eiga rétt á að vita það við sem förum með fjárveitingavaldið við þurfum líka að vita hvar gengur vel getum við lært hérna af þessum skóla og hvar gengur illa og hvar þarf meiri stuðning við þurfum að fara bara af miklu mynduleik í skólamálin þurfum að setja miklu skýrari markmið fara að mæla segi ég og bara setja okkur bara kröfu að ná árangri en þarna þarftu samstarfi stjórnvöld líka algjörlega, já, en við getum líka að tala við skólan okkar og þetta við erum höfuborgin og við höfum bara verið fórstu og ég segi og hef sagt áður að við erum þetta litla land þessi smáþjóð á berangri Atlantshafsins og við höfum samt komið okkur í fremstu röð þjóða á ótal mörgum sviðum en við höfum aldrei sýnt hennar metna í menntamálum og mér finnst það óskiljanlegt og ég vil að við setjum okkur bara markmið að innan, við getum sagt, fyrir 2040 eða 50 þá erum við bara komið með topp 10 besta skólakerfi innan OECD og við getum það ef við bara stefnum að því ég vil setja okkur svona djörum markmið þetta segir manniskan sem fekk 9,5 og 10 öllum hérna á öllum skölum ég veit að bara en sko Nei, sko það sem ég að segja við þekkjum öll markmiði sem Kristín Ingólfsdóttir setti fyrir Háskóla Íslands. Hún vildi setja Háskóla Íslands í röð 100 fremstu. Við náðum þessu aldrei. En við söksuðum að listan, það var markmið og við unnum að því. Og ég trúi að við getum þetta og ég er alveg sammálaðir. En svo það líka þessi félagslegi þáttur sem kannski í vandaraðum. Það kannski stærsti veikleiki skólakerfisins. Þetta hangir alveg saman. Ég vil til dæmis sjá þetta símabann eða símafrí í grunnskólum og ég get sagt fyrir því og þarna dæmi hvernig ég hef skipt skoðun að í upphafi minnar veru í borgarstjórn og þá var ég alveg á móti svona símabanni. Hugsaði bara þetta bara tæknin og við þurfum að kenna krökkunum að nota hana. Svo hef ég bara fylgst með reynslu annara þjóða sem að hafa farið í svona símabann og hún hefur bara verið verulega góð. Þetta virkar? Þetta virkar. Okay. Það bara allt sem bendir til þess. Ég nefnilega svo skeptiskur á það. Já, ég veit ég var það fyrst, en svo bara skoði og þetta hefur bara verulega mikil og jákvæða áhrif á líðan barnanna. Okay. Þetta dregur úr þunglindi, þetta hefur sérstaklega, símannir hafa verri áhrif á stelpur heldur en stráka. Okay. Þær eru meira enn á samfélagsmiðlunum í þessum samanburði og svo fer þetta fram og það hef ég bara séð persónulega illkvittni og einelti og alls konar inn á þessum miðlum sem að foreldrar geta átt erfitt með að fylgjast með. Þannig að, en auðvitað þurfum við líka, og það er kannski ábyrgð okkur foreldrarna, ekki bara skólans, að kenna krökkunum okkar að nota og ég á til dæmis stelpu sem eru að vera 12 ára fyrir geðu og ég er auðvitað bara versta mamma í heimi að lefin ekki vera enn á samfélagsmiðlum og TikTok og eitthvað svona, en hérna, ég bara er mjög upplýst skaðsemina sem að getur verið af þessu. Þannig að ég held að við getum sett okkur mjög háleit markmið í menntamálum og vilja við gerum það en við náum ekki þessum árangur öðruvísi en að mæla árangurinn og setja okkur markmið og stefna eitthvert en auðvitað þurfum við líka að huga að líðan barnanna sjálfsögð og það oft hangir þetta saman. Börnum líður auðvitað ekkert vel eða en gengur illa. Þannig að allt hangir þetta saman. Svo að þú baðst með 3 punkta, ég verð náttúrulega bæta við myndum auðvitað strax ráðast á rekstur borgarinnar og það þarf að taka erfiðar ákvarðanir og þú tekur þær strax, þú býður ekki með þær. Þarna verður fólk hrætt, fólk sem starfar hjá borginni. Þú ert að tala 8-16 manns, svona fer eftir hvað þú þannig að þú það er greinilegt að þú ert mjög skýr með þetta en þú mynd beita kröftuðum að einhvers svona millistjórnenda
level, ekki þjónustu Já, aldrei nokkuð tíma gagnvart grunnþjónustunni. Það bara, í mínum huga, það langsamlega, og ekki bara mínum huga, þetta bara allra borgarbúa, langsamlega mikilvægasta fólki sem starfar fyrir okkur. Það starfsmennir á leikskólunum, skólunum, velferðarþjónustunni, sem sinna sorphirðunni, þó ég vilji nú bjóða hana út og sópa göturnar og slá grasið og allt þetta sem við erum öll sammála að borgin á að vera að gera. En svo það aftur, þetta snýst ekkert fólki, þetta bara allt príðis fólk, bara frábært fólk. Og þetta hljómar alveg grimt þegar maður talar þetta, en einhvern veginn þarf líka að tala þetta. Já, en við erum bara með ákveðna lögbundna skyldur sem sveitafélag og fólk greiðir okkur hluta af sínu launum, hefur ekki neitt að velja, bara verður að gera það, greiðir okkur útsvar og skatta af sínu fasteignum og annað, og við eigum lögum samkvæmt að nota þessa peninga til að sinna þessari grunnþjónustu og þessi þjónusta ekki í lagi. Og það að mörgu leyti vegna þess að fókusin hefur verið bara út allt. Borgin hefur svolítið verið bara, það sem kallað hefur verið gæluverkefni, mætti kallað eitthvað annað, en hefur verið að sinna allskins óskyldum verkefnum. Það kostar tíma, það kostar fjármuni og bara fókus. Þannig að við þurfum að fara að skerpa fókusin, bara einbytta okkur af því sem að raunverulega skiptir máli og við raunverulega eigum að vera að gera. Það kallar á erfiðar ákvarðanir, en það þarf eitthvað að gera það. En þú ert tilbúin að leggja arðgreiðslur. Þú ert tilbúin að bæta kostnað í skólakerfinu og annað, þannig að þetta verður alltaf leitin af peningunum af því að þú ert til í annarkvota fórna peningum þarna í úrtekjum til að það verði ekki þessi falda skattheimta eins og þú kallar hana og yfir í það þú ætti að bæta peningum í eitthvað. En þú þarft að leita að peningum líka. Ég reyndar ekkert á því að það þurfa að bæta rosalega miklum peningum hingað og þangað. Okay. Þannig að ég held hins vegar að mjög illa sé farið með fé inn í borgarkerfinu. Okay. Og það kallar á mjög mikla tiltekt og það hægt að spara milljarða og milljarða ofan, mjög víða inn í kerfinu. Og það liggja fyrir til dæmis bara skýrslur sem hafa verið unnar fyrir borgina ýmsar skipulagsbreytingar sem ætti að vinna inn á velferðarsviði til dæmis, án þess að skerða neitt grunnþjónustu sem geti sparað borginni heilmikið fé. Þannig að við eigum þetta að leita slíkra lausna og það bara skylda okkar og það þýðir ekkert að vera með eitthvað meðvirkni í því. Við eigum bara standa vörðum grunnþjónustuna, skyldur okkar gagnvart íbúum og fyrirtækjum borgarinnar að við sinnum ákveðinu þjónustu og við eigum að vera framúrskarandi á því sviði, í fremstu röð allra sveitarfélaga á landinu, en annað eigum við að setja í hendurnar á okkur öðrum. Hildur, takk. Takk. Gaman að fá þig. Sömuleiðis.